Velkomin í ráðið Íslands fyrsti þáttur. Í dag ætlum við að taka Hafísland og opna þorskafjörð. Eru of mörg íslensk sakamál? Hvað segirðu? Eru of mörg íslensk sakamál? Já, það eru of margir glæpir á Íslandi. Við erum alltaf að reyna að fækka þeim. Fyrir fólk að hafa sér vel. Eru þið með áætlun lögreglu og sérsveitir nægja ekki? Hvað segirðu? Eru þið með áætlun lögreglu og sérsveitir nægja ekki? Þetta er nú mjög góð spurning. Við erum með ekki kannski nægilega góð áætlun að lögreglan, öll lögreglan og sérsveitin nægja ekki. Þá erum við kannski í svona smá vandamálum, en þó er það þannig að Ísland er í stóru bandalagi sem heitir NATO. Já, við veitum hvað það er. Og það þýðir að öll löndin sem eru í NATO eru vinaríki Íslands og myndu koma og bjarga Íslandi eða minnst aðstoða okkur ef á þess að halda í mikilvægum stórum málum. Eru nægir peningar í héraðsdómi? Já, ég held að það séu nú alveg nægir peningar. Það mætti kannski hugsanlega fara betur með peningana. Ég veit að dómarunum, þeim finnst ekki nægir peningar, þeir vilja auðvitað fá meiri peningar. En ég held að það sé minnst nægilegir peningar til þess að reka dómstólinn eins og hann er í dag. Hvernig er samstarfið? Við hverja? Við fólki í ráðuneytinu hérna? Ríkisstjórnina. Mjög gott. Mjög gott. Þetta er mjög góð ríkisstjórn, mjög hress og allir að vinna sína vinnu. Hver í sínu horni, en stundum komum við saman, hittumst á ríkisstjórnarfundum og ræðum málin og það gengur bara mjög vel. Hefur þið brotið lög í starfi? Hef ég brotið lög í starfi? Góð spurning. Ég myndi segja það fer eftir því, það er svona ein lög sem heita stjórnsýslulög og það hefur komið fallið dómur Hæstaréttar sem að sagði að ég hafði ekki alveg fylgt lögunum eins og ætti að gera. En lögin eru samt þannig að þau segja mann ekki nákvæmlega hvernig maður á að haga sér, heldur bara að hafa ákveðin ramma það hvernig maður eigi að haga sér. Og dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ég hefði átt að rannsaka tiltekið mál aðeins betur en ég gerði, en sagði þó ekkert hvernig svo rannsókn ætti að fara fram. Það hafa sumir sagt að það þýði að ég hefði brotið lög í starfi og það má svo sem til kannski sanns vera að færa einhverju leyti, en þetta eru hins vegar þannig lög að þau eru brotin mjög oft í starfi af mjög mörgum sem vinna í stjórnsýslunni og líka ráðherrum. Hvað er því að þú valdir ekkert hæfnisnefnd í Landsrétt? Hvað er rétt því? Já. Það er rétt því einkum og sér í lagi það að ég vissi það að alþingismennirnir, sem eru 63, þeir voru búin að segja mér það að þeir myndi ekki samþykkja tillöguna sem fór frá hæfnisnefndinni og þá þurfti ég að reyna að hafa listan einhvern veginn þannig sem gerði það líklegt að þingið myndi samþykkja það. Þess vegna breytti ég niðurstöðunni eða gerði aðra tillögu alveg svo mér er heimilt að gera samkvæmt lögum og ráðherra þarf stundum að taka erfiðar ákvarðanir sem að ekki öllum líkar við, en ráðherra getur ekki skorast undan því að taka slíkar ákvarðanir, verður að gera það, má ekki vera hræddur við það að gera það og það var það sem ég gerði. Ég tók ekki listan frá þessari hæfnisnefnd sem þú ert að tala heldur breytti honum aðeins og það varð úr að þingið samþykkti þann lista og skipaði dómara sem ég lagði til að yrðu skipaðir eða samþykkti þann lista að þeir yrðu skipaðir sem ég lagði til. Því hlúður þú ekki embætti fyrir pening ungra jafnaðarmanna? Hvað segirðu? Því hlúður þú ekki embætti fyrir pening ungra jafnaðarmanna? Já, þeir ætla að safna og hvað, borga mér fyrir að hætta? Já. Já, ég hafði ekki áhuga á að hætta og það er líka held ég bara ólöglegt að bjóða
opinberum embættismönnum pening fyrir að gera eitthvað. Sú starfsemi ekkert í gangi þar núna og nú bara fólki á svæðinu að reyna að finna út í hvort þið getur notað byggingunni einhvern veginn öðru sig, en í rauninni United Silicon ekki að störfum lengur. Vantar leiðir til umhverfisvænni iðnaðar? Já, okkur vantar alltaf leiðir til umhverfisvænni iðnaðar, en við erum samt mjög dugleg í að stofna ný fyrirtæki sem að finna svona umhverfisvænar lausnir og svoleiðis. En við myndum mjög gjarnan vilja fleiri meira af umhverfisvænum iðnaði. Og samþykkja 3. orkupakkann? Já, ég held að það sé alveg óhætt að gera það og það skiptir máli af því hann hluti af EES-samningnum og sá samningur skiptir okkur ótrúlega miklu máli. Við erum við þurfum á honum að halda til þess að geta flutt allar vörurnar sem við búum til inn á svona stóran markað og geta farið á milli landa og svona. Þannig að það er margt ágætt í þessum 3. orkupakka. Hvað gerist ef Ísland samþykkir ekki 3. orkupakka? Já, þetta nú held ég bara stærsta spurningin í pólitíkinni í dag, hvað gerist ef við gerum það ekki. Við erum aðeins að reyna að finna út í því hvað gæti gerst ef við ætlum ekki að samþykkja 3. orkupakkann og við erum eiginlega bara ekki alveg komið svar. Er þessi ríkisstjórn að fylgja þínum hugmyndum? Að mörgu leyti hún að gera það, en þegar maður fer í ríkisstjórn með 2 öðrum flokkum, heldur flokknum sem maður sjálfur í, að þá maður aldrei alveg sammála öllu af því að þau eru í öðrum flokkum af því þau hafa aðrar skoðanir og þá skiptir máli að geta unnið saman og komist svona sameiginlegri niðurstöðu alls konar mál. Það er bara partur af því að vera í pólitík. Var það vel gert hjá Bónus að skilja við plastið? Já, þetta er líka mjög góð spurning og margir sem rökræða það. Við náttúrulega notum allt og mikið af plasti. En ég held að það sé líka mikil tækifæri í því að endurvinna það á Íslandi, þannig að það fari bara hring eftir hring hér. Þannig að þegar við losum okkur við plastið, setjum í endurvinnslu, þá sé það endurunnið og svo bara notum við það aftur. Er nú vel unnið að nýsköpun? Sko, Íslendingar standa sig mjög vel í nýsköpun, sem sagt fólk sem bara að koma með hugmyndir og starfi í fyrirtækjum og svona. Og stjórnvöld setja töluvert mikla fjármuni í svona stuðningu nýsköpun og svoleiðis. En nú erum við einmitt að vinna svona nýsköpunarstefnu fyrir Ísland sem hefur aldrei verið gert af því að við viljum gera ennþá betur í því. Á að skamma Kjúmjúk fyrir að losa sig við röðri fyrir löngu síðan? Já, það á að gera það. Okay. Er Ísland gott land til að þróa nýsköpun? Það er ótrúlega gott land til að þróa nýsköpun, Ísland. Við höfum, það sem er svo gott er að við erum til dæmis svo fá. Það er gott. Það sem er gott við Ísland fyrir að búa til nýtt fyrirtæki og þarft að tala við alls konar fólk, að það er til dæmis hvað það er auðvelt að ná í ráðherra, eins og þið hér, bara hafið samband og setjist niður með ráðherra. Í mörgum öðrum löndum væri þetta aldrei meira vesen og líka fyrir fólk sem er til dæmis að stofna ný fyrirtæki og þarf að tala við alls konar ráðherra til þess að útskýra fyrir þeim hvað er að fara að gera eða af hverju ráðherra þyrfti kannski að breyta einhverjum reglum og svona þegar kemur inn nýtt fyrirtæki. Og við erum með svo gott menntakerfi líka og allir eru með internetið, þannig að við erum að mörgu leyti ótrúlega gott land til að vera með nýsköpun. Er vöruverð of hátt? Já, vöruverð er náttúrulega mjög hátt á Íslandi. Það eru auðvitað dýrt að flytja hingað alls konar, af því það er alltaf að gera það með flugvél. Og líka erum við auðvitað með, svona í samanburði við önnur lönd, þá eru laun á Íslandi frekar há og það þarf auðvitað að borga öllum sem að vinna í svona verslunum og flytja vörurnar á milli og allt það. En vöruverð er á Íslandi mjög hátt og við ættum að reyna að gera hvað við getum til þess að lækka það. Á að gera nýtt álver? Nei, ég held að við séum ekki að fara að byggja nýtt álver. Ég held að þau 3 sem eru hér, þau skila okkur miklu verðmætum, mörgum störfum og gjaldeyristekjum. En ég held að áhersla hjá öllum sé á svona annars konar iðnað heldur en álver akkúrat núna. Er æskilegt að hafa álver í Straumsvík? Já, sko, álver á Íslandi eru þau búa til mikil verðmæti
og við auðvitað búum til álið með orku sem við framleiðum og við gerum það með svo hreinum hætti. Orkan okkur er svo hrein, hún mengar ekki. En það að búa til ál mengar auðvitað, en það gerir það alls staðar í heiminum. Þannig að það er betra þá allavega að vera með hreina orku sem býr það til, heldur en að gera í útlöndum þar sem að orkan sjálf er líka mjög mengandi. Hvað er gott við stóriðju? Það er auðvitað bara þau verðmæti sem hún býr til, þær vörur sem hún er að framleiða, störfin sem að verða til hjá þeim fyrirtækjum. Eru túristar að skemma Ísland? Nei, ég held að túristar eru ekki að skemma Ísland, en þeir eru að breyta Íslandi. Sumum finnst það gerast svolítið hratt og þurfa aðeins að venjast í að Ísland er að breytast. Það eru alltaf rosalega margir gestir hérna. Yfir sumartíman eru að meðaltala á hverjum degi á Íslandi svona 60–70.000 ferðamenn. Og hleypa stórskipum til Íslands? Já, það á að gera það, af því að það er nokkuð frjálst að koma til Íslands og heimsækja Ísland og í rauninni mega allir gera það. En það sem gerist þegar stórstjörnur koma og fara til dæmis á einhvern einn ferðamannastað og setja það síðan á Instagram, að þá verður allt í einu sá ferðamannastað rosa vinsæll, af því það eru svo margir í útlöndum sem að vilja einmitt fara á sama stað á stórstjörnunar. Og þá þurfum við að vera duglega að bregðast við og passa að það skemmist ekki staðurinn af því allt í einu komu svo margir. Var Justin Bieber nokkuð veginn að gera þetta slæmt þegar hann kom til landsins? Sko það er einmitt svona dæmi eins og ég var að nefna áðan. Hann kom og tók upp tónlistavídeó og við borguðum honum ekkert fyrir það. Honum bara fannst góð hugmynd að koma til fallega Íslands og gera það. En það gerði það að verkum að rosalega margir vildu heimsækja staðina sem hann var á. Og til dæmis Fjaðrárgljúfur, við þurftum að loka Fjaðrárgljúfri í 2 mánuði á þessu ári af því að jarðvegurinn og annað var bara alveg að fara að skemmast. Hvað finnst þér að það sé komið á það stig að íslenskar auglýsingar og íslensk fyrirtæki eru farin að heita enskum nöfnum? Mér finnst það ekki gott og mér finnst við þurfum að passa mjög upp á það. Öll fyrirtæki og allir Íslendingar og við öll saman þurfum að passa upp á það að allar merkingar og allt saman sé á íslensku, þó það sé síðan líka á ensku og jafnvel einhverju öðru tungumáli líka, þá þarf alltaf að vera fyrst á íslensku. Af því að ef við gleymum okkur og hugsum of mikið að bara þjónusta ferðamennina, að þá förum við meira og meira að tala ensku og sleppa íslensku orðunum og við munum þurfa að passa mjög upp á það að viðhalda íslenskunni, þannig að það verði áfram okkar tungumál. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fædd 4. nóvember 1987, er ferðamála- og iðnaðarráðherra Nýsköpunarráðherra Íslands og þingkona að Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi frá árinu 2016. Áður en Þórdís var kjörin á Alþingi var hún aðstoðarkona í þáverandi innanríkisráðherra Ólafur Nordal. Er of mikið af ferðamönnum á Íslandi? Það er ekki of margir ferðamenn á Íslandi, en stundum eru of margir ferðamenn á ákveðnum stöðum. Hvað er lókum? Mér finnst þetta framtak ykkar algjörlega frábært. Til hamingju með það og mér finnst þið ótrúlega ófeimnir og bara segir. Og ég held að þið eftir að verða alveg rosalega flotti strákar í framtíðinni. Til hamingju með það. Takk fyrir þetta.